Heyrðu örstutt í lokin vegna þess að þú sagðir að þið værið að skora svolítið. Já. Aðeins bara þig sjálfan, þú ert nú gamall handboltamaður. Já. Hvað svona... Mjög gamall. Þá vil ég fara í það sko, þetta hugtak sem hefur verið skrifað marga bækur í business. Já. Og það það hvernig íþróttir Já. Og búa til keppnisanda inn í fyrirtæki. Já. Hefur eitthvað pælt í því? Að hjálpa íþróttirnar fólki í stjórnendastarfi? Takk fyrir að spyrja þessu vegna þess að þetta nú bara eitt af því sem að mér finnst einkenna mjög öfluga stjórnendur oft tíðum og mjög margir að koma úr svona keppnisgreinum og mjög margir úr svona félagssporti eins og hópsporti og þar skiptir svo miklu máli við getum tekið handboltan, við tekið fótboltan liðið ekkit betra heldur en veikastir lekkurinn og þá fer liðið í það að styrkja þá lekki sem eru veikastir og þetta nákvæmlega það sem að stjórnin snýst líka það er að finna og stilla upp besta liðinu hverju sinni og það ekki alltaf von þetta allast þess að þú sett með landsliðið í höndunum heldur þarftu þá að reyna átt á því með hvað hætti geti þá búið til lið einingu sem að feiknasterk sem heild og það mitt einstaklingur eins og í liði hann getur skemmt liðið og eins og þetta þannig að þetta mér mjög ofalega í huga keppnisskapið líka ég meina keppnisskapið að stilla metnaðarfullum markmiðum fagna niðurstöðu þetta allt úr sportinu Kanarnir tala oft þetta sé mikið úr herfræðinu hjá þeim en ég myndi segja hérna í Íslandi þá kemur þetta mjög mikið úr sportinu svona nálgun hvað þetta var og gagnast mjög þeim sem hafa farið þar ekki. Það bara áfram sjófa á morgunfundunum? Það svona menn bara í klefanum? Ég meina að kera á stemmingu en hins vegar, og svona í sjálfum sér að það sem við kerum svo sem kannski mest á að fólk svona hafi skýra sín sjálft á hvað fram að færa, þessi partur á heildinni og það svona átti sig hvert og eitt á sínu hlutverki og fái sín notið, það skiptir miklu máli. Það sé ekki bara einhverjur örfára að gera það heldur heildarinnar. Við höfum oft sagt að það eru 190 ástæður fyrir því að vinna á árangri og það er við erum 190 starfsmenn. Við erum 190 starfsmenn? Já. Þetta glæsilegt.